Það sem í upphafi átti að leiða til sameiningar jafnaðar og félagshyggju-fólks á vinstri væng stjórnmálanna verður vart annað en kosningabandalag Alþýðuflokks, Alþýðubandalags og Kvennalista fyrir alþingiskosningarnar í vor. Raunir Samfylkingarinnar virtust endalausar og þær tóku sinn toll. Miðjan september sögðu Ögmundur Jónasson, Hjörleifur Guttormsson og Steingrímur J. Sigfússon skilið við Alþýðubandalagið og stofnuðu þingflokk óháðra. Ég held að við höfum til mála leggja á öllum sviðum stjórnmálanna þegar kemur til þings. Þetta er engin nýgræðingar sem þeir eru hér í þessum þingflokki. Kristín Ástgeirsdóttir sem tilheyrði samtökum Kvennalista gekk einnig til liðs við óháða. Stefnt að framboði á landsvísu á vegum samtakanna. Fjórði þingmaður Alþýðubandalagsins, Kristinn H. Gunnarsson, tók pokann sinn miðjan október og gekk til liðs við Framsóknarflokkinn, var orðinn stjórnarsinni. Auðvitað þróast skoðunum manna eftir sem árin líða. Og á þeim tíma sem ég hef setið á þingi hafa viðhorf mín auðvitað breyst að nokkru leyti í ýmsum málum. Nú eru eftir 5 í þingflokki Alþýðubandalagsins í stað 9 í upphafi kjörtímabils. Eftir sögulega kynningu á málefnaskrá Samfylkingar í haust tók við karpum fyrirkomulag framboðsmála, einkum í Reykjavík. A-flokkarnir og Kvennalisti deildu hart og tíma leit út fyrir að Kvennalistin heltist úr lestinni. En nú er blákaldur raunveruleikinn skollin á og það er greinilegt að það er búið að vísa okkur á dyr. Kvennalistin tekur þó enn þátt í viðræðum en óleyst er deilan prófkjör eða uppstillingu. Fyrsti framboðslisti Samfylkingar var þó kynntur í byrjun desember, það var í Austurlandskjördæmi. Eftir hremmingar í Landsbankanum og afsögn í kjölfarið geystist Sverrir Hermannsson fram á vordögum, tilkynnti endurkomu í stjórnmál og setti þjóðarauðlindir og umhverfismál á oddinn. Það féll í kramið hjá samtökum þjóðareign sem tóku höndum saman við Sverri. Stefnt var að stofnun Frjálslyndaflokksins en fljótt upphófust deilur forystumann og því var spurt hvort fylkingarnar gætu unnið saman lengur. Að sjálfsögðu, við erum lýðræðissinnar. Já, það er engin vafi á því að menn láta málefnin ganga fyrir. En nei, það gátu þær ekki. Sverrir stofnaði Frjálslyndaflokkinn 27. november og 2 dögum síðar stofnuðu Bárður og hans menn Frjálslynda lýðræðisflokkinn. Enn er ekki gróið heilt milli fylkinganna. Að þessu sögðu bendir flest til þess að 6-7 stjórnmálaöfl bjóði fram í næstu alþingiskosningum í stað 3 eins og stefnt var að með sameiningartilraunum.